Hérna erum við Karin Óðadóttir, fyrirliða Þór Káa, stelpa sem búin að spila yfir 170 leiki í meistaraflokki. Karin, þú spornaði velli eftir leik við Breiðablik og síðan hefur ekki til spurst og maður ekki velti fyrir sér hvað að frétta af fyrirliðanum? Það allt gott að frétta af mér núna. Ég öll að skríða saman. Ég er búin að vera að glíma við bakmeiðsli alveg í nokkur ár og er búin að vera nokkuð sem tæp í sumar og eftir Breiðabliksleikin þá var þetta bara orðið gott. Ég stóð ekki í fæturnar lengur og þess vegna þurfti að bera út af og það, búið að vera svolítið vesen síðan þá. Og menn hafa sagt, ef að naglar eins og Karin Óðadóttir borðnar að velli þá er eitthvað að. Já, þetta var engin uppgerð, þetta var alveg sársauki frá hjartanu, það var alveg svoleiðis. Hver er staðan í dag? Hvernig, þú ert búin að liggja á sjúkrahúsi og verið svona hálfgerð þrött að ganga síðan? Já, það var alveg ljóst eftir Blikaleikinni, ég myndi ekkert spila leikinn þar eftir sem var útileikur gegn KR. Tinna sjúkraþjálfarinn okkar fékk að ráða því, en það átti bara að vera allt og sumt. Ég ætla ekki að missa neinu fleiru, en neinu hvorki æfingum né leikjum. En það kom svolítið upp á, ég fór í einhverjar sprautur út á bakinu og það klikkaði eitthvað í þeim sem var til þess að ég þurfti að eyða heilli viku liggjandi upp á sjúkrahúsi, mátti ekki standa upp og svo er ég búin að vera að stökkva svona allavega 2 sinnum upp á sjúkrahús eftir það í smá svona fix aftur. En þú allavega stendur lappirnar núna og ég hitti á hann út á svæði þannig að þú ert að fylgjast með svona af hliðalínunni. Já, loksins, fyrsti dagurinn í dag sem ég fæ fara út á meðal fólks og mingla og sjá stelpuna mínar á æfingum, þannig að það er rosalega mikill léttir. Síðustu 3 dagar hafa verið góðir og þessi svona var búin að vera hvað bestur, þannig að ég fekk leyfi til að fara út og aðeins að svona anda með fersku lofti. Og núna held ég að þetta sé allt á uppleið og vonandi get ég sjálf fara að sprikla bara á næstu dögum. Karin, það er reyndar náttúrulega alltaf erfitt lítur að vera fyrir svona leikmenn að standa á hliðinu og horfa á og erfitt, en það lítur að vera samt svona huggunharmi í gegn núna að þetta hefur gengið vel, það er allt smolli hjá stelpunum, það er kannski að bara unna þetta fyrir þig. Það er spurning hvernig maður lítur á þetta, hvort þetta sé af því að ég sé ekki að spila, þess vegna sé þetta smella, en nei, þetta er bara, það búið að vera mikill uppgangur í liðinu okkar í allt sumar og það er bara, getur hver sem séð það, við erum búin að leikirnir áður en ég datt út, þá erum við búin að spila mjög vel, 2 leikir gegn IBVF, svo áttum við Stjörnuna hérna heima og svo Breiðabliksleikurinn, þetta var allt mjög góðir leikir að okkar hálfu, þó að úrslitin hefði kannski ekki verið 3 stig úr öllum leikjum, en við varum klárlega alltaf að ná að spila betur og ná betur saman og það er klárlega bara að skila sér ennþá betur núna. Stelpurnar búin að vera ótrúlega flottar og mér finnst rosalega leiðilegt að hafa ekki getað komið á völlinn og horft á þessum 2 heimaleiki sem ég missti af FH og Val. En ég gat horft á allan Valsleikinn í sjónvarpinu og þær voru bara drullu flottar og ég var alveg að rifna úr stolti, þær voru æðislegar. Já, þetta er náttúrulega, er það ekki bara því þú segir auðvitað ekki þín út af því að þú ert úr liðinu sem að fer að ganga vel, er þetta ekki bara líka það að þegar svona erfiðleikar herja að þá svona þjappa menn sig kannski ekstra vel saman og svo Jói hefur hamrað á því mikið sumar, stöngin inn eða stöngin út, þetta er bara lökka núna dottið, stöngin inn að því liði hefur haft gæði og getur til að gera miklu betur hluti. Algjörlega, það er þannig, þetta er svo mikil klisja þegar það kemur alltaf maður í manns stað og Írun er búin að vera að spila miðvörð núna síðustu leiki þar sem ég er ekki búin að vera með og búin að vera bara algjörlega meiri háttar og það er bara alltaf svo leys, eins og þú segir þegar eru einhverjir erfiðleikar eða einhver dettur út í liðinu, það eru bara þær sem stígu upp og þær eru bara búin að gera það, ekki bara einhver ein heldur, þær eru allar búin að taka skrefi lengra og eins og segir, þær eru náttúrulega, við erum náttúrulega bara drullu gott lið og erum alltaf að ná betur og betur saman, verða að það sé ekki lengra og fáum ekki fleiri leiki til að sýna hvað í okkur býr. Það var hundfullt þegar maður las svo daginn að meðal annars og heyrði menn tala að Þór Káa fór létt með Val vegna þess að Valur átti ekki góðan dag. En Valur átti bara ekkert góðan dag vegna þess að þeir mættu bara ofjörlum sínum.
Algjörlega, ég meina, þú veist, við getum, það sama hvernig þú lítur á þetta, það bara þannig að, þú veist, við áttum bara frábæran leik. Það þurfti ekki mikið til að mótivera liðið eftir ógeðslegt tap gegn Val á Hlíðarenda fyrir sumar. Þannig að við náttúrulega vorum svo svakalega hungraðar og þegar þú mætir svoleiðis liði þá, þú veist, skiptir engu máli hvort þú er góðan dag eða slæma dag, þú veist, þú átt bara ekki séns. Það er bara svoleiðis og það var þannig núna daginn, þú veist það. Og það ekki bara ástæði til að ætla að það geti bara haldið áfram? Það er engin ástæð til að halda að við þurfum eitthvað að fara að slaka á núna. Þetta var ekkit toppurinn á sumrinu og svo ætlum við bara hætta, sko, við ætlum að slaka á. Stelpunar að spila á móti Selfoss úti á morgun og það er engin ástæð til að bara halda áfram frá þessi þegar var á móti Val. Karin, leikurinn á morgun, Selfoss, það eru sýndið en ekki gefin, en ef að stelpurnar spila með af sama krafti og sem við getu og af ástríði eins og það gera á móti Val, þá megum við eiga von á góðum úrslitum. Já, ekki spurning. Við náttúrulega vitum samt alveg og veist, það er eins gott að sjá allir meðvitaður það að Selfoss er í alvöru að berjast fyrir lífi sínu deildinni. Það hefur gengið mjög brösulega hjá þeim, sérstaklega upp á síðkasti. Þannig að það þarf allir að gera sér grein fyrir því að þetta, eins og þú segir, þetta er alls ekki gefin leikur, sko. Það eru náttúrulega voru að missa þjálfarann sinn, henni var sagt upp, þannig að það verður náttúrulega breytingar í gangi þar. Það getur alltaf farið þannig að það gefur liðum smá auka búst, við ætla að síðan eins og Sanna og við lentum í því gegn Ía fyrir í sumar að þær mistu sinn þjálfara og fyrsti leikurinn eftir það þá voru þær þrjusu góðar og náðu fárlega góðum úrslitum gegn okkur, við náttúrulega vorum auðlar þar, en þannig að það gefur alltaf liðum auka búst þegar það verði eitthvað svona breytingar. Og ég held að leikurinn á morgun verði mjög erfiður, sérstaklega náttúrulega þeirra heimavelli, þær eru með mjög flott fólki kringum sig. Fólki er duglegt að koma á styðja og láta sér heyra, það hefur auðvitað áhrif. Þannig að það er eins gott að við séum vel gíraðar og meðvitaðir að þetta verður ekki auðvelt, sko. En þú talaðu svona auka bústi, má það ekki líka, er það ekki bara gott fyrir stelpurnar eða liðið okkar að einmitt horfa á það að það er alveg svo möguleiki að klifra upp eitt sæti, skilur, og þó að það kannski gefi ekkert svakalega mikið, þá gera mikið fyrir sjálfstraustið hlýtur að vera. Algjörlega, við erum hvergi nærri hættar í sumar þó að það séu bara 3 leikir eftir og við kannski getum ekki orðið meistarar en þá af hverju ætti maður að við erum ekkert bara hættar og það ónættilega getur maður alveg hætt bara í júní ef það gengur illa til að byrja með, sko. Þannig að við auðvitað klárum við tímabilið með sæmd og við viljum sjálfsögðu ná eins mörg stig og við mögulega getum. Það væri náttúrulega frábært að geta klifrað upp fleiri sæti. Við getum allavega að farið upp í 3. sætið og það er alveg raunverulegur möguleiki og auðvitað tökum við því ef við mögulega getum, sko. Og það hlýtur að gefa líka hlut af liðinu sem eru stelpur sem að spila öðrum flokki alveg ekstra að þær eru orðnar Íslandsmeistarar í öðrum flokki, þær eru komnar í undanúrslit í bikar þannig að þær eru ríkjandi bikarmeistarar í fyrra þannig að þetta hlýtur að hjálpa allt til að svona kýtla aðeins og gera sjálfstraustið enn meira í liðinu. Já, algjörlega, við erum að spila eða æfa sig meistaraflokkur og annarflokkur mjög mikið saman og það gefur okkur alveg, þó þessu yngri en við og eru kannski að spila í öðrum flokki frekar en meistaraflokki, þá gefur þetta okkur smá búst að það er smá svona vinner hugsun og bara þáttagangur í hópnum. Þannig að þó að þessu yngri en við, þá erum við klálega alltaf að læra af þeim og það gefa okkur alveg helling. Og það sýnir náttúrulega bara, við erum með frábæran annarflokk eins og þú ert að telja upp, þær eru búin að standa sér rosalega vel í sumar og síðastu sumar líka. Mikill stígandi í hópnum þar og sem að gefur okkur bara auka búst að við erum með rosalega sterkan bekk hjá okkur. Sumarstelpur eru náttúrulega að spila með okkur sem eru á annarflokksaldri, aðrar eru á bekknum en aðrar sem eru hungraðar að komast inn í hóp og það auðvitað bara lyftir hópnum okkar á hærra level og þegar þessi stelpur hafa verið að koma inn á í leikjum hjá okkur hafa verið að sýna sig og sanna og staðið sig mjög vel, sko, þannig að ég held við séum mjög góða málum hvað varðar mannskap. Þetta er náttúrulega verðum að horfa á annan flokk og meistaraflokk bara sem eitt heimi þannig að sem ein heild erum við flott.
algjörlega. Við erum Þór Káa bæði í meistaraflokki og öðrum flokki og við kannski erum ekki búin að vera að æfa alltaf saman í sumar en þegar æfingarnar eru sameiginlegar þá hópurinn, hann stór og hann mjög öflugur þannig að við erum, eins og segir, við búum með mjög öflugum og góðum mannskap. Og frábært þjálfararteymi? Já, alveg tipptopp. Karen, þú ert bjartsýn fyrir leikinn á morgun. Heldur að Móli fari Móli að sitja heima á 11. september og fagna 50 afmælinu þar? Ég held að hann hljóti nú að fara og vill eyða afmælisdeginum með uppáhaldsstelpunum sínum, þó svo að ég verði sjálf ekki með. Eitthvað planað, ef maður fer með, eru stelpunir með eitthvað planað að gera, færi honum eitthvað óvænt á deginum? Já, ekki svo ég veit, nema kannski bara 3 stig, það væri náttúrulega frábær afmælisgjöf. Það ekkert óvænt? Það svo sem ekkert óvænt, en það væri yndisleg gjöf, held ég. En næstu skref hjá þér? Næstu skref eru bara að ná að labba upp og niður stiga án þess að verða móð og ná mig bara í gang, hægt og rólega. Ég stefni á að reyna að byrja að æfa kannski aðeins í lokvikunar. Það eru 2 leikir sem að ég gæti mögulega náð. Náttúrulega eftir leikinn á morgun þá dettum við í 2 vikna pásu og landsleikja hlé sem bara mjög góð tímasetning fyrir sjálfa mig. Þá gæti ég kannski náð að koma mér aftur í gang því að auðvitað langar mig að klára tímabili með liðinu mínu og ég ekki að segja það að ég þurfi endilega að koma beint inn í liðið eða eitthvað svoleiðis eða bara spila yfir höfuð en að fá að vera aftur hluti af liðinu og fara í búninginn, það væri toppurinn tilverunni. En þannig að þú næstu dagar eru bara políönuleikurinn og hafa kannski hugfast á hún var ekki byggð á einni nótti og þetta kemur? Já, algjörlega, það bara það sem að dugar í svona þegar maður lendir í einhverjum erfiðleikum þá þarf maður bara að reyna að vera jákvæður og sjá bara, já, eins og bara sjá allar jákvæði punktana í þessu. Ég ætla að koma tilbaka þannig að það mjög jákvætt og það ég held að sé bara, það taki enga stund að ná mér tilbaka. Karin, ég ætla svo sannarlega að vona að stuðningsmenn brosi mikið eftir að hafa heyrt og séð þetta viðtal við, þetta var jákvætt, þetta var fallegt, þú ert á réttri leið, gangið vel. Takk kærlega.